Helgi, einstigs tap. Það annað framlengdur leikur að meistaraföllum. Hvað að gerast hjá okkur í þessum? Ég hefði bara viljað sjá okkur lókisögur, en við áttum alveg afleitan þriðja leikur dag og mögulega skrifast það bara hluti til að mig, en já, við erum 24 tapa bolta. Það er bara, það er mikið og stólarnir spila fysiskt og fá svona að vera með hendurnar á þér og annað og þarf að vera sterkur til að brjótast í gegn og annars komast þeir svona á lægið einhvern veginn og við létum það svona aðeins ná okkur í þriðja leikur dag, en svo náttúrulega bara fjórði var bara, já, bara Sigtryggur hitti flottu skoti, við áttum ekki að hjálpa honum. Það var bara svona smá mental error, en bara hörkuleikur og stólarnir bara rosalega gott lið. Þeir eru alveg, svona, því slettist maður sko, þeir eru alveg að fara toe-to-toe á móti svona einu af betri liðum deildarinnar hér í dag. Það er ekki K-lið bara svona gott? Jú, K-lið er bara mjög gott. Og bara flott sko, ég þarf að fara að rótera örlítið meira heldur en ég gerði í dag. Þetta er ómikið keislaði hérna á eldri menn, við erum með flotta unga stráka sem að geta komið hérna inn, en við erum bara með hörkulið og eins og ég sagði hérna, tráttur að sé, en að gæsalappa ykkur uppbygging í Vesturbænum og kynslóðaskipti og allt það, þá erum við með hörkulið sem ætlar að gera allt á titlum. Alveg í lokin, 2 leikir á heimavelli, þið byrja á 2 framlengingum, er það gert fyrir áhorfendur? Það þarf að fá okkur að öryggja kassan. En nei, bara við vonum að reyna að spila bara spila skemmtilegan bolta. Ég vildi klára þetta með 30 og hafa þetta bara þægilegt og skartflotturinn er á fullu. Þetta er bara búin að vera 2 skemmtilegir leikir og bara vonandi helst deildinn bara áfram að vera spennandi og skemmtilegt. Svona verða þessi leikir, en það þarf að læra á lokaleikjum og þetta er vonandi eitt skref í því að við drögum þann lærdóm að því hvernig á að loka þessu. Alveg í lokin. Nú varst þú leikmaður liðsins núna bara síðustu ár og skiptir yfir í það að vera þjálfari. Er þetta svona breytum hlutverk? Jó, þetta er svona aðalega að maður þarf að læra maður gýrast alveg mikið upp og maður þarf að læra hvernig maður taka út útrássina og maður þarf náttúrulega að vera yfir það líka og þetta er svona einhvern veginn þín blanda og ég vil ekki vera leikmaður Helgi Magnússon hérna á hliðarlínunni og hann skipti sér öllu og var öskrandi og reyna að peppa og svona læti, þjálfarinn þarf að vera yfir það, þannig að þetta er svona, maður þarf að finna eitthvað milliveg í þessu. Eitt sigur, eitt tap, báðir framlengdir, þið farið í Grindavík næst. Já. Má búast við spennu tryggja það líka? Já, örgulega hörkuleikur. Grindavík spilir gott eða? Já. Já, hvernig fór ég hann? Val. Hvað sér þið? Ég náði ekki, ég var að horfa ykkur. Já. Já, Grindavík er bara með gott lið eins og alltaf. Grindavík er bara hörkulið og talningum á útivelli eru erfiðir heim að sækja og við þurfum bara að nýta tíma vel og undirbúa okkur. Samt að leiðrétta að næsti leikur er á móti Snæfell í bikarnum. Ég verði að tala um söpbitildina. Já, akkurat. Nei, við bara undirbúningu fyrir báða leikir hafinn og sem spáta þjálfara megin og nú förum við að stimpla inn í drengina. Frábært, takk.